Gunnar, hvað skýrir þessi kaflaskipti? Þetta ekki bara... Ég bara erfitt að útskýra svona hrun algjörlega annað en bara svona andlegt gjaldþrot bara skilur og frábær fyrri hálfleikur en einhvern veginn bara leyfa menn sér að slaka á og halda sér komið og já, við bara mættum ekki í seinni hálfleikinn. Það er bara andlega bara vorum við ekki á staðnum í 30 mínútur og bara útrúlegt að upplifa þetta sko. Maður er svo lengi en þetta er svona sjaldgæft að vera vitni að þessu bara og já, það er útrúlegt. Er þetta ekki bara hálfgert áfall fyrir þjálfarinn að verða vitni að þessu? Jó, ég er bara hluta af þessu og ber ábyrgð eins og bara leikmenni og ég er svona bara velti fyrir mig hvað í andskotunum menn voru að hugsa og ímynda hvað við tölum í hálfleik 7 mörkum yfir og þetta er einhvern veginn bara, mannskepnan er oft einföld einhvern veginn og menn bara slaka á 1% eitthvað og en samaskapi stígu fram upp, Breki lokaði markinu og Reynir lék sér á okkur skilur og á sama tíma og við bara mætum ekki þá stíga þeir upp og eiga allt kredit skilið og bara unnusækjandi sigur bara horfum á 60 mínútur. Já, ég minna bara eftir 8,5 mínútur í seinni hálfleik þá eru 5 marka þessu 7 farin og svo náttúrulega kannski varnarleikurinn þið fáið varla stopp, þeir skori hverju svo? Já, við náðum ekki að klukka á því seinni og eins og vörnin var stórkostlega fyrir ég get ekki skýrt þetta sko, ég þarf einhvern veginn þetta er bara andlegt þrot í seinni og bara einhvern veginn hvernig menn bara leyfa sér þetta og það er svona bara ef menn vilja einhvern veginn að vinna eitthvað þá verða menn að breyta þessu svona mentaliteti að mæti svona leik og allan í seinni hálfleik að klára þetta vissu að fram kemur áhlaup og það var alveg eðlilegt að þetta gæti alveg orðið hörkuleikur en við bara mætum ekki og það er bara varla framlag frá fjöldi leikmanna í seinni hálfleik sko, það er ótrúlegt.